því sýna ykkur hversu einfalt það að búa til síur til þess að flokka post sjálfvirkt í Gmail. Einfaldasta leiðin til þess að búa til síu í Gmail að búa til síu út frá posti sem þegar hefur verið sendur til manns. Hér ég með 3 bréf öll frá Gmail team og ég ætla að búa til flokk yfir þennan post og ég ætla að flokka postin sjálfkrafa þangað. Nú, ég smelli á postin til að opna hann, hér get ég lesið postin, en hérna hægra megin hef ég möguleikan á því að sía svona skeyti og ég smelli á hann. Sían eins og hún verður til núna byggir á því að allur postur frá þessu netfangi, hann síaður sérstaklega og ég get smellt hér á pröfuleit til þess að sjá hvort að þessi sía virki ekki. Þegar ég smelli á pröfuleit þá birtast öll bréfin hér fyrir neðan, þannig að ég veit að þessi sía að virka. Þannig ég smelli á næsta skref. Og hvað ætla ég að gera við post sem að frá þessu netfangi? Ég ætla að senda nýjan flokk og svo þarf ég að velja flokk og hér ég ekki með flokkin tilbúin, þannig ég bý til nýjan flokk og ég kalla hann bara Gmail team og svo segi ég í lagi. Ég ætla líka að gera þetta alveg annað, ég ætla að sleppa pósthólfinu þannig að pósturinn hann birtist ekki á forsíðunni heldur fer beint í flokkin. Og síðan ætla ég að haka hér við á nota síðuna einnig á 3 samtöl að neðan þannig að Gmail flokki postin sem þegar hefur borist. Loks smelli ég hér á búa til síu. Þá hún hér tilbúin. Til að fara aftur á forsíðuna get ég smellt hér á bara Gmail merkið og þá sé ég að posturinn farin en hann komin vinstra megin. Takk eftir því að hér hefur orðið til nýr flokkur sem heitir Gmail team, hann feitletraður, gefur til kynna að það ólesin postuðar og innan svega stendur 2 sem þýðir að það 2 bréf sem ég á ólesin. Til þess að skoða postin í þessum flokk þá smelli ég einfallega á heiti flokksins og þá kalla ég fram skeytin sem þar og takk eftir því að hér komið merking á þennan post. Nú ég get lesið hann og svarað honum og gert það sem ég vil, smelti hér tilbaka til þess að fara aftur í flokkin og svo loks bara á Gmail merkið til þess að fara aftur á upphafsrit. Takk fyrir.